Góðan daginn, gott fólk. Velkomin á UT-messu. Gríðarlega skemmtilegt að taka þátt í þessu eins og alltaf. Þetta svona hálfgerð ásatíður í júníun og allt í einu. Stefna, framtíðarsýn, markmið, hlutverk. Það eru hlutir sem ég ætla að ræða aðeins núna í þessum fyrirlestri. En mig langar til að byrja á því að segja ykkur örstutta sögu sem ég lenti í gær því hún var svo skemmtileg og ég get tengt hana við efnið. Málið að við vorum með vinnustofu í sal sem heitir Eldborg í Svartsengi rétt hjá Bláa lóninu, 20 manna vinnustofa í gær og við höfum hálftíma eftir og erum að reyna að klára þegar það kemur maður í gættina og bara, excuse me, sorry to interrupt. My GPS says the Blue Lagoon is supposed to be nearby. Og það stoppar einhvern veginn allt og fólk fyrir að fletta í huganum og einhver segir, sjáu þið hver þetta er? Og ég fyrir að reyna, þetta er einhver ungur söngvari sem ég þekki ekki neitt, einhver frægur. Nei, þá hefði þessi nýkominn frá Siglufirði. Og hafði sem sagt vilst aftur. Þannig að þá voru tekna selfies og hópmyndir og svo framvegis. Og þá velti maður fyrir sér hvort að hann sé með framtíðarsýn og stefnu og viti hvert hann er að fara. En svo ef þetta gerist aftur þá sannfærist ég hann er með alveg pottþétta stefnu, hann er með eitthvað plott í gangi ef þetta gerist í þriðja skipti, þannig að við skulum fylgjast með því. En það er mikilvægt að vera með stefnu og markmið því að þau segja okkur hvernig við getum hámarkað okkar árangur til að fyrirtæki vinni í samkeppninni á markaðnum. Og alls konar undirstefnur eru þar jafn mikilvægar, við erum með mannauðsstefnu, við erum með öryggisstefnu og við þurfum UT-stefnu. Og aðeins markmiðin, tímamótarannsókn á vegum Franklin Covey í Bandaríkjunum sem gefur meðal annars út 7 Habits of Highly Effective People, 4 Disciplines of Execution og fleira gott sem við höfum svolítið verið að nota. Tímamótarannsóknin leiðir í ljós, og þetta voru 20.000 starfsmanna sem svöruðu, að aðeins 15% starfsmanna fyrirtækja í Bandaríkjunum þekkja megin áherslur og markmið fyrirtækisins. Vita hvað er mikilvægast á hverjum tíma. Annaðhvort eru markmiðin of mörg, eða þau eru alltaf að breytast, eða þau eru bara hreinlega ekki til. 19% starfsmanna, ef þau þekkja markmiðin, segjast hafa ástríðu fyrir þeim og virkilega láta þau sig varða. Og yfirleitt er það vegna þess að þau skilja ekki alveg af hverju er þetta markmið sett, af hverju þetta markmið og hvernig get ég sem starfsmaður tengt við þetta markmið. Hvað er það sem ég geri inn á lager eða út í bíl eða í móttökunni sem að virkilega mun hreyfa við þessu markmiði? Er ég mikilvæg liður í hlekkur í keðjunni? En það er gríðarlega mikilvægt að sýna markmiðin, innleiða stefnuna, láta fólk vita hvað er í gangi og náttúrulega helst hafa það með. UT-stefna getur skipt sköpum árangur sem hluti af heildarstefnu fyrirtækisins. Og við erum að sjá það, og eins og Almar nefndi í upphafi dagsins hérna frammi, að UT er ekki afleiðing, það er að verða forsenda virðisköpunar í fyrirtækjum. Það er það sem að getur skipt sköpum það hvort við náum samkeppnisforskoti á markaði eða ekki. Það er upplýsingatæknin. Og allt auki virði sem við erum að sjá, mest allt, það kemur á einhvern hátt nálagt upplýsingatækni. Að móta stefnuna er ekki einfalt. Frábær UT-stefna, hún getur hins vegar umbylt virðisköpuninni og því hvaða ímynd upplýsingatæknin hefur innan fyrirtækisins. Algengast er að UT-stefnur hafi einblínt á það að vera með skilvirkan og hagkvæman rekstur. En framúrskarandi UT-stefna, hún segir hins vegar til það hvernig upplýsingatæknin getur hjálpað fyrirtækinu að sigra í samkeppninni á markaði. Og við þurfum upplýsingatækni stefnu innan fyrirtækisins sem styður við heildarstefnuna vegna þess að við viljum ná þessari sameiginlegu sýn. Við viljum að allir sé að stefna í sömu átt. Og þá skiptir ekki máli þó að fjármálastjórinn hafi ekki hundsvit á tækninni og viti ekkert hvað er að gerast þeim megin. Markaðsstjórinn hafi ekki hundsvit á fjárfestingum eða fjármálum
og forritarinn sé ekkert gífurlega klár í markaðsmálum. Við viljum hafa sérfræðinga á hverju sviði en til þess að þeir geti einbeitt sér að sínu þá þurfum við sameiginlega sýn og stefnu. Þannig að við getum treyst því ef að ég bara vinn mína vinnu og er pottþéttur í því þá veit ég að við endum öll á sama stað því allir hinir eru að fara í sömu átt og ég. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt og upplýsingatæknimál er ekki bara málefni UT-deildar eða UT-einingar. Upplýsingatæknimál snertir allt fyrirtækið og það er gríðarlega mikilvægt að við sýnum fram á og sammælumst þetta vægi innan fyrirtækisins. Ef við vitum nákvæmlega til hvers er ætlast af upplýsingatækni þá getum við mætt þeim áskorunum og jafnvel verið á undan þeim sem koma upp og við tryggjum rétta mönnun, rétta hæfni og spörum fjármagn og tíma. Og eins og ég kom inn á upplýsingatæknin, hún snertir sífellt fleiri svið innan fyrirtækjana. Og það er nánast ekkert svið lengur sem að þarf ekki á upplýsingatækni að halda. Það var áður, þá voru svið sem að kannski notuðu ekkert annað en tölvupóst eða eitthvað því líkt. En það eru komin kerfi fyrir nánast allt, alveg sama hvar við erum í fyrirtækinu. Og þeir sem að til þekkja og spá fyrir hvernig hlutirnir þróast, þeir segja okkur að innan 2 til 4 ára þá mun gríðarlega margt gerast. Og til dæmis árið 2018 þá verða höfundar 20% markaðslegs efnis vélar, ekki fólk. Og á sama tímabili þá munu 6 milljarðar tengdra hluta þurfa þjónustu. Sjálfstæðar hugbúnaðareiningar utan mannlegra stjórnunar munu á sama tíma taka það, eða 2020 taka þátt í 5% allra efnahagslegra færslna og mannauðurinn. Árið 2018 mun meira en 3 milljónum starfsmanna vera stjórnað af roboboss, ekki af einhverju mannesku. Og fyrir árslok, og nú erum við að tala um fasteignadeildina, þá þeir þurfa að vita hvað þeir eru að byggja, þá mun 20% allra snjallbygginga hafa orðið fyrir stafrænni árás. Og 2018 verður fjöldi starfsmanna hjá þeim 50% fyrirtæki sem vaxa hraðast, færri heldur en fjöldin verður minni heldur en fjöldi snjallvelbúnaðar. Og svo mætti lengi telja. Þannig að þetta snertir öll svið fyrirtækisins og þess vegna viljum við allir séu með í að móta upplýsingatæknistefnuna. Innihald góðrar stefnu, hún inniheldur allt þetta. Hún byrjar á viðskiptasamhengi fyrirtækisins og það er ofboðslega mikilvægt og við eyðum miklum tíma í fyrstu 3 þættina, skilja til hlítar, hvert er fyrirtækið að fara í heild. Þannig viljum við vita og skilja viðskiptalíkanið, hver er kjarnahefni fyrirtækisins sem hún þarf að viðhalda og byggja upp til þess að ná þeim árangri sem það ætlar að ná á markaði, til þess að vinna á markaði. Og þá getum við farið og skoða hvaða hlutverk er það sem að upplýsingatæknimálin, almennt þvert á fyrirtækið, þurfa að gera til þess að hjálpa til og hjálpa okkur að sigra á markaði. Síðan er gott að hafa prinsip og reglur, einfaldar reglur og prinsip sem að segja til það hvernig við ætlum að hafa okkur, hvað við gerum og hvað við ætlum ekki að gera. Við viljum hafa ákveðin stjórnunarramma fyrir ákvarðanatökuferli. Fjármögnun viljum við koma inn á, lykilmælikvarðana, hvernig þeir passa síðan við lykilmælikvarða fyrirtækisins, þetta þarf alltaf að stemma saman. Og hvaða þjónustu ætlum við að veita, hvaða þjónustu ætlum við ekki að veita. Og eins og allum góðum stefnum þá viljum við vita hvað við ætlum ekki að gera, alveg eins og við ætlum að vita hvað við ætlum að gera. UT-arkitektúr, mannauðsmálin, hvernig mönnum við UT, hvaða hæfni viljum við hafa þar, hvaða gildum förum við eftir og hvernig stýrum við aðföngum, hvað er hverju úthýsum við og hvað höfum við innanhús. Gartner er með góðan ramma utan þessa þætti og þeir setja þetta í 3 fasa. Fyrsti fasinn er eftirspurnarfasi og númer 2 er það stýringin á öllu saman og númer 3 eru aðföngin, eða hvernig við komum þessu frá okkur. Og fyrsti fasinn, eftirspurn eftir UT, er sá fasi sem við notum mestan tíma í. Ef að þessi fasi er vel unnin, þá er hitt kökubitið, það sem kemur eftir, vegna þess að þá erum við búin að vita við allar forsendur sem við þurfum að vita til þess að móta afganginn af stefnunni.
Þannig að við eyðum töluverðum tíma í að skoða hverjar eru lykiláherslur fyrirtækisins, hvað hefur það valið að leggja áherslu á og hvað ekki. Og það hefur sýnt sig að þau fyrirtæki sem hafa náð mestum árangri undanfarinn áratug hafa valið að þrengja fókusinn sinn, ekki breikka hann. Og þetta módel og rannsókn sem sýnir fram á það að ef þú velur að vera framúrskarandi í einum af þessum þáttum, annaðhvort það sem varðar viðskiptavininn og þekkja hann í þaula, eða vera með hagkvæmasta reksturinn, hagkvæmustu ferlinn, þar sem allt gengur snurðulaust fyrir sig, eða leggja áherslu á að vera fyrstur með alla nýjungar á markað. Ef þú velur eitt af þessu, þar sem þú ætlar að skara fram úr allri samkeppni, þá nærðu árangri. Þú ert nógu góður í hinu tvennu til þess að standast samkeppnina, en það sem þú velur trompar alltaf allt hitt. Svona stefnu er gott að hafa þegar maður fer að búa til UT-stefnu. Og þá lendum við ekki í þessari mynd vonandi, þar sem við sjáum samt svo allt of oft, að það jú einhver stefna, hún hefur kannski ekki verið kynnt, hún hefur ekki verið innleidd og menn fara svolítið út á suður. Og hlutverk upplýsingatæknimála sem og annarra stóðsviða, það verður svolítið svona. Þú ert að reyna að hitta á kallana leður dúkku upp hér og þar, þú veist aldrei hvar verkefnin koma, hvenær þau koma eða hvers eðlis þau verða. Því það bara duttlungum háð. Þannig að við viljum hafa myndina svona, við viljum að allir séu að stefna í sömu átt og þá auðvelt að segja til það hvernig upplýsingatæknin á að geta hjálpa okkur að skapa það virði sem hjálpar okkur að sigra á markaði. Þá komum við að stýringaþættinum. Mér finnst hann reyndar líka gríðarlega skemmtilegur vegna þess að hann segir svo mikið til það hvað má og hvað má ekki. Ég á 4 ára dóttur sem búin að fatta það fyrir löngu að ef eitthvað má ekki hjá mömmu þá læðist hún til pappa svo lítið bera og spyr og fær þá að gera það sem hún vildi gera ef við erum ekki búin að samræma okkur. Þannig að við erum búin að fatta það eftir 3 börn og 25 ára hjónaband að við þurfum að samræma okkur í þeim lykilþáttum sem skipta máli. Við getum ekki verið með misvísandi skilaboð fyrir barnið eða börnin. Þegar við erum að móta hvernig við ætlum að stýra upplýsingatæknistefnunni, þá gott að hafa eitt tól í viðbót sem að einnig kemur frá Gartner. Ég ekki á prósentu hjá Gartner. En þetta gríðarlega gott tól. Þetta nefnilega hjálpar okkur að mismuna. Þetta hjálpar okkur að mismuna kerfum, ferlum, hugbúnaði, vegna þess að við viljum ekki alltaf fara eins með allt. Ímyndum okkur að við séum að innleiða fjárhagskerfi, SAP eða Navision. Við ætlum að velja kerfi. Við þurfum djúpa þarfagreiningu, við þurfum mikla vinnu, góða viðskiptaáætlun, því þetta kerfi sem á að lifa í 10, 15, 20 ár. Og þarf að passa vanda vel valið. Það þarf að fara í gegnum langt og strangt ákvarðanaferli og tekur mikinn tíma í innleiðingu og mikið fjármagn. Svo erum við hins vegar kannski með eitthvað app eða einhverja vefþjónustu sem að við vitum ekki einu svona alveg hvernig virkar, okkur vantar þetta. Þetta eitthvað sem við þurfum til þess að skapa nýtt á markaði, ná forskoti. Við viljum ekki að það kerfi eða app eða þessi litli hugbúnaður fari í gegnum alla milluna sem að fjárhagskerfi þarf að fara í gegnum. Þannig að fjárhagskerfið dæmigert systems of record, þeim svona þetta almenna, common idea eins og þeir segja, I know what I want and it doesn't have to be unique. Það eru allir með fjárhagskerfi, allir í mínum geira, það eru jafnvel allir með SAP og það skiptir ekki máli. Við þurfum ekki endilega og munum ekki ná samkeppnisforskoti í fjárhagskerfum. Hins vegar í millistiginu þá erum við með það sem skapar forskot á markaði. Þarna setjum við kerfi, ferla, hugbúnað og svo framvegis sem að skapar okkur forskot á markaði og þarna veit ég hvað ég vil en það þarf að vera öðruvísi heldur en hjá samkeppninni. Þetta eru kannski kerfi sem hafa líftíma 3 til 5 ár, eitthvað svoleiðis. Og ég myndi vilja fara öðruvísi að þegar ég að velja þessi kerfi heldur en kerfin í neðsta laginu. Efst ég síðan með það sem ég veit ekki alveg hvað mér vantar og ég þarf að prófa mig áfram. Og ég kannski prófa eitthvað í 3 mánuði og svo þarf ég bara að henda því það virkar ekki.
Og þá vil ég fara allt öðruvísi með það, heldur en ég fer með hin tvö. Og þarna geta kerfi fæst á milli líka eftir hvernig starfsemin breytist. Við notum þetta síðan til dæmis þegar við ætlum að fara að búa okkur til UT-prinsip. UT-prinsip eru einfaldar reglur sem að stýra hegðun og viðhorfi og þetta eru bara dæmi prinsip sem að gætu verið. Eitt besta dæmið prinsip úr Finding Nemo. Það prinsip sem að heitir Fishes are friend, not food. Það mjög einfalt dæmi og lýsir vel svona grundvallarreglu. En hér eru dæmi UT-prinsip sem eiga að stýra hegðun og viðhorfi til ákvarðanataka og þá höfum við það mismunandi eftir hvaða tegund kerfa og ferla við erum að tala Við getum haft það prinsip að það sé aldrei farið á stað með UT-verkefni án þess að viðskiptaáætlun sé til staðar. En það getur vel verið að við séum ekki að fara að krefjast sömu tegund og umfangsmikillar viðskiptaáætlunar fyrir Systems of Innovation eins og fyrir Systems of Record. Þannig að við mismunum kerfunum þegar kemur á því. Við erum aldrei með fleiri en eitt kerfi fyrir hvert hlutverk í fyrirtækinu. Þetta segir okkur einfaldan hátt. Ef við ætlum að koma inn með eitthvað nýtt, þá þurfum við að fara út með eitthvað gamalt. Og svo framvegis. Einhver gátlisti öryggismál sem þá mismunandi eftir því hvaða kerfi við erum að tala Síðan það næsti þáttur og það stjórnunarrammi ákvarðanatöku. Og að því ég búin að fylla út að þá virkar þetta kraðak og virkar flókið, en við viljum að völd og ábyrgð fari saman. Við viljum að hlutinni gangi hratt og rétt fyrir sig og við viljum ekki að allir í fyrirtækinu þurfi að koma að öllum ákvörðunum bara að því bara. Og bara að því að þeir halda að þeir verða að vera með í öllu og það tekur tíma, það tekur fjármagn og það hefur ekkert endilega upp á sig. Þannig að við viljum líka þarna mismuna hvernig við tökum ákvarðanir hitt og þetta. Til dæmis þegar við ætlum að marka UT-stefnun og taka ákvörðun það, þá setjum við hérna uppi hagsmunaaðila helstu hlutverk í fyrirtækinu og það getur verið mismunandi milli fyrirtækja. Það kannski ekkert UT-ráð í einhverju fyrirtæki sem eru 50 starfsmenn, en það kannski UT-ráð þvert á fyrirtækið í fyrirtækjum sem að telja 1000 starfsmenn. Og þá gerir þetta dæmi það hvernig við bara erum búin að taka ákvörðun það í sameiningu, hver kemur hvernig að ákvarðanatökuferlinu. Hver hefur umsagnarrétt, hver tekur endanlega ákvörðun, þarf þetta að fara fyrir framkvæmdastjórn eða nóg að einhver einn framkvæmdastjóri taki ákvörðun, til dæmis tæknistjóri og svo framvegis. Og hérna viljum við líka mismuna miðað við hvaða kerfi við erum að tala Þegar við erum að velja fjárhagskerfi, þá mjög líklegt að við viljum að forstjórinn og öll framkvæmdastjórnin taki endanlega ákvörðun. En þegar við erum að tala eitthvað markaðsapp, að þá bara nóg að markaðsstjórinn taki þá ákvörðun eða framkvæmdastjóri markaðsviðs. Og það þarf ekki að fara fyrir framkvæmdastjórnin einu sinni. Þannig að þetta svona dæmi það hvernig við getum einfaldað ákvörðunartöku og þegar að fyrirtækið búið að skrifa upp á þetta og stimpla, þá vita bara allir að svona eiga hlutirnir að ganga fyrir sig. Og þá get ég ekkert orðið fúl ef ég ekki boðin á alla fundi sem að lúta að því ákvarðanatökuferli. Þriðji fasinn, og ég talaði ekkert hérna fjármögnun og lykilmælikvarða, gríðarlega mikilvægt, en hérna mér finnst hitt skemmtilegra og ég hef ekki tíma til að tala allt, en þetta mikilvægt líka. Svo það síðasti fasinn og það eru aðföngin og í fyrsta hlutanum þá viljum við tryggja að hlutaðeigandi skilji hvaða þjónustu það sem UT ætlar að veita og hvað ekki, aftur velja og hafna og það sé bara ljóst öllum. Arkitektur fyrirtækisins, hann ætti að nota sem kerfi til að draga upp mynd af viðskiptaferlum, upplýsingum, hugbúnaði, eignum og hæfni í innviðum og mannauðskaflinn í stefnunni, hann lýsir síðan mannauðnum í fyrirtækinu og mannauðnum innan UT, mannauðstjórninu í UT. Síðasti þátturinn lýsir síðan því hvernig við ætlum að ná í aðföngin
hverju ætlum við að innhýsa, hverju ætlum við að úthýsa og síðan eru áhættur og hugsanlegir þættir þar fyrir neðan sem að við viljum auðvitað taka á líka eða vita hverju gæta verið. Þegar við höfum unnið í öllum þessum fösum og öllum þessum þáttum, þá ættu að vera búin að ná utanum lykilþætti í upplýsingatækninni þvert á fyrirtækið og auki líkurnar á því til muna að allir gangi í takt, allir séu á sömu blaðsíðu og séu að stefna í sömu átt. En þá reyndar eitt stórt en eftir, þá þarf síðan að kynna þetta og þá þarf að innleiða þetta alla leið þvert á fyrirtækið og við þurfum að vera örugg það að það sé ekki bara 15% starfsmanna sem hafi nokkra hugmynd það hvað við erum að leggja áherslu á hverjum tíma. Takk fyrir. Ég alltof fljót. Nei, ég ekkert alltof fljót. Ég bara góðan tíma. Ekki? Eru einhverjar spurningar? Allt kýrskýrt. Þá bara þakka ég kærlega fyrir mig.